Já, verið velkomin í sérstaka útgáfu af Game TV þar sem að við erum að fara að tékka á nýja Edge-pinnanum frá Sony en hann var að koma út núna á dögunum og við ætlum að bara opna kassan, ég hef ekki ennþá tekið á honum. Það eina sem ég finna, hann er mjög þungur, miklu þingri heldur en venjulegur DualSense pinni og ég ætla nú aðeins bara að prófa að opna og sjá hvað er inn í þessu, hvernig þetta virkar. Þetta er svakalegt, hér er allavega auka pappi, sem er alltaf gott. Og nú er það bara að þér þessu nei, það er alvöru sína skeiðabólga bara framöndan, þetta er svo þungt sko en við tekum á þessu Sony logoð hér, hvað gerist alvöru dæmi þetta búið að pakka þess inn í eitthvað létt svona stöf kassin bara hérna tómur og eitt sem að Dói sagði mér alltaf að það var að þefa svona af nýjum hlutum og hann finnst það mjög gott. Þetta er alveg, ekki stöfst, það er alveg, alveg mjög fersk lykt að þessu og gaman að þessu. Þetta er nú alveg svona gæðapóki. Ég áttir að nota hann í eitthvað skemmtilegt svona síðar. Heyrðu, en hér bara tekur við heldur betur alvöru dæmi, sko. Þetta er bara harðskelja kvikindi sem að við erum með hér. Sony logoðu hér og rennilás alla leið. Og hérna er eitthvað tótt, hvað ekki þið? Hvað er þetta að rífa þetta? Ég ætla nú ekki að fara að skemma þetta svona strax sko. En heyrðu, okkur er ekkert að vanbúnaði, við bara opnum og tekum á þessu. Hvað skildið blasa við okkur? Ég er að sjá þetta í fyrst skipti. Þetta er pinnið sjálfur og það sem ég ætla að segja, hér er nú einhver brjálaði kapall sko. Þetta er einhverju metrar. Þetta er, ég held sér kapall og sippuband hef ég heyrt. Þetta er rosalegt dæmi, getur farið í snús nú ég fyrir líka. Það er þetta að setja hann bara hérna í og hvað er hérna? Nei, já, það er eitthvað hérna. Herru, það er fullt af svona ungu aukastöfi. En við setjum þetta hér allavega aftur í. Við erum ekkert að fara að nota þetta strax eða kannski hlaðan á eftir eitthvað. Herru, svo eru hérna svona, svo mikið að dóti hérna sko. Svo er eitthvað hérna. Hvað er þetta? Lock. Já. Þetta er eitthvað, já þetta er fyrir hleðslugræðina held ég. Setur það hérna í og getur eitthvað verið að vesennast með þetta, haft hann í hleðslu bara þegar þú vilt að því að við skilst nú að svona eini gallinn við hann að pinna sé kannski ekki, það er ekki mjög langur batterítími en það er alveg massa græja hér á ferð. En svona áður við kíkjum á fleiri auka hluti þá verðum við að kíkja bara sjálfan pinnan og ég finn sko, þetta er venjulegan DualSense og nýja pinnan. Þeir eru alveg bara nánast eins í laginu, alveg eins nema Edge-pinnin er töluvert þyngri og svört skil hérna maður og það er náttúrulega bara hér er pláss fyrir mini-jack headsetið og hér er þetta mjúta mikrofónin bara eins og í DualSense, það er PlayStation takkinn okkar góði og bara sömu takkar hérna ofan á. Nú svo er hægt að gera eitthvað hérna, ég hef ekki búin að lesa bæklingina neitt sko, getur verið brjótið þetta, aldrei það, hérna er eitthvað. Já, release. Wow, nú er eitthvað að fara að gera smaður. Shit. Ég veit ekki. Jú, strax búin að taka eitt hlut af. Þannig að þetta er hérna svona skel sem er ofan á. Og hérna getur maður nefnilega að fara að taka pinnana held ég úr. Og það er þetta að leika sér eitthvað með þá. Það er þetta að fjalla eða á híðan. Hér er einhver græja. Og þá getur maður tekið pinnan af. Og það er þetta að skipta þeim held ég út síðar, en þetta er bara alveg pinni að íta hérna á og alla græður og það er líka þetta held ég færa eitthvað til þannig að þið séu eitthvað eða ekki, það er allavega hægt að kaupa síðan eitthvað nýja græði þetta sem er væntanlega núna næstunni og þá getur maður gert eitthvað ennþá meira. Svo eru hérna undir fyrir the back buttons eða pedalana sem eru hérna undir þannig að algjör snild og svo getur gert eitthvað hér, ég veit ekki eins og hvað þetta er, ég þarf nú að kynna verið þetta betur sko, ég ætlaði nú aðalega bara að opna pinnan, svona aðeins til að teka á honum og ég vil taka eitt raun hérna, eitt leik, ég er eitthvað, já, þetta er, skrítið, það sem ég ætlaði að gera aðalega var bara að opna pinnan, laga til, já, við finnum út af þessu eftir, en allavega, pinnin er bara nákvæmlega sama tilfinning og þegar með DualSense pinnan, það komið reyndar aðeins hérna svona grófari áferð hérna á neðri triggerinn þannig að maður er svona kannski á auðveldar með að festa við hann og svo náttúrulega getur þú sett hérna pedalana, ég er nú með þá hérna held ég, betur sem maður sjá sko,
Nei, heyrðu, halló, hvað, heyrðu, ég þarf eitthvað að finna út af þessu maður, þetta allskins stótt hérna, sko. Hérna, já, hérna eru þeir, þetta eru bara svona litla blöðkur sem maður bara smellir hérna á og allir sáttir. Eða hvernig virkar þetta? Já, ég þarf eitthvað að kynna, hérna, sérðu, komið blaðka á minn mann maður, þá getur maður bara ítt hérna undir. Nota þetta. Þetta er gott til að, eins og í Call of Duty, þá er þetta mjög gott til að annóta annað, til að hoppa. Og hinn til að slæta, held ég. Það sé mjög gott. Sjáðu, þau vilt að gera þetta. Og græja þannig. En ég myndi segja, sko, ég er búin að kíkja á reviews fyrir pinnan. IGN gaf hennu 9 af 10 og GameSpot var að gefa hennu góða dóma. Þetta var mjög góð pinni. Hann er auðvitað dýr, en hann er líka mjög svona alveg bara verulega svona voldur, þannig að ég hlakka til að prófa hann og spila á eftir og ég ætla að testa eitt leik með honum, ég ætla aðeins að setja hann aftur saman og kem hérna eftir örfáar sekúndur aftur og ætla að renna mér í eitt Warzone leik og sjá hvort að maður ná ekki sigri í fyrsta skipti sem að nota DualSense Edge pinnan sem var að koma og þið getið kynnt ykkur betur í næstu verslun eða bara á netinu, bara skoðan, en þetta er allavega so far so good segi ég maður átt marga, maður átt Nacon pinna, Revolution pinnan og fullt af öðrum pinnum og þetta er svona svipað fílingur, þungur, sami fílingur og DualSense en það verður gaman að testa hann með sérstaklega þessum pinna, þá getur valið verið með nokkra prófæla og kannski áðurum fyrir Warzone, þá ætlum við aðeins að prófa stingunum í samband við PlayStation-vélina og sjá hvort við náum ekki að sína hvernig setupið á honum er, það væri gaman að tekka á því. Já, þá erum við búin að stinga honum í samband og sjá hvað gerist, ég veit ekki hvernig það virkar, það er einn góð simulator maður, herðu, Edge and Gameplay with DualSense Wireless Controller, ok, við erum með hann hérna kláran, ég reyndar því að sá hérna á hann, og var eitthvað svart hérna ón á sem ég hendi og ég er búin að leita að því, sko, ég klifti hérna aðeins á milli og ég er bara ekki að finna það, sko. Herra en allavega, já, herru, þú getur í raun customizað back buttons, þannig að þú getur verið með þetta hér, þessar pedals sem ég er með hér, eða bara valið svona öðruvísi kvikindi þarna undir. En við sjáum hvað gerist, you can save a customization, já það er að hafa nokkra prófíla, þannig að þú ert með nokkra profiles á milli og greinilega notar þessa takka sem eru hérna framan á til að velja þið profile og eitthvað þannig. Þannig að function, try found out og held ég honum bara hérna inni og þá get ég sagt, já, þetta er gott maður. Bara held ég honum hérna inni, nice sælir, já, og hérna er, ok, þetta er svona, já, þetta er magnaða maður. Herjá, ok, og svo fer maður bara í start now. Þannig að þetta er það sem blasir við bara þegar maður stingur og beint í samband, custom profile og þá getur maður bara ráði hvernig þetta virkar. Þannig að sem er náttúrulega magnað, sko. Create custom profile, segjum bara hérna, já, ekki bara gamli góði. Óli, Jóels, já. Þetta er profilin, það er bara þannig. Og hvað gerir maður? Customize, button assignment. Og þá getur maður bara ráðið hvernig þetta virkar. Vá, þetta er rosalegt dæmi, sko. Og þannig að þetta er bara helviti magnað. Og maður getur að assigna hérna shortcuts og gert allskyns græjur. Þannig að þetta er helviti magnað. Hérna getur maður að valið til þess. Hérna vantar. Hérna myndi ég vilja hafa, við erum að tala hægra megin. Þar myndi ég vilja hafa hoppið og vinstra megin myndi ég vilja hafa slætið. Hérna. Slæt, ég held það. Nei, slæt hérna megin. Og hoppið hérna megin í Call of Duty. Ég ætla að prófa þetta þannig. Svo fyrir bara í apply. Þá er bara hérna. Svo eitthvað dead zone og sensitivity og þetta er allskyns dæmi sem að trigger dead zone. Wow. Það er þetta að vera með það hérna 0 og eitthvað. Ég er nú kannski ekkert alveg í þessu. Heyrðu vibration auðvitað fyrir við í strong. Því það sem ég er búin að gera eins og ég sagði við ykkur áðan að það er hægt að festa USB-kabelin. Hann er örugglega 3-4 metrar, 3 metrar sem fylgir með. Og það er þetta að festa. Hann fylgir svona plastiki til að festa þetta með. Þannig að hann getur alltaf verið í sambandi. Og þannig að það er þetta að velja hér ýmislegt. Þetta er minn profile hérna. Þannig að nú ætlum ég bara beint að vaða í þetta. Og assign profiles. Það er bara þannig. Default profile hérna. En assign profiles það getur gert hér. Og getur ekki að assigna þannig hérna. Ok, svona function kassi. Nei, function ringur. Það er þá bara minn profile. Þannig að ég veit á function og ring. Sko,
búin að velja. Function, það eru takkandi sem eru hérna fyrir neðan analog pinnuna. En nú held ég okkur sé ekkert á. Nei. Þetta agalt þessi fyrsti leikur sem ég prófa pinnan í, sko. En ég held að við tekum aðeins á Warzone. Já, þá maður komin hérna í warm-up. Það nýju pinnin, maður, edge pinnin. Fyrsta skil sem ég ætla að prófa hann hérna í Call of Duty. Sjá hvernig það virkar. Ég ekki viss að þetta bæti neitt gameplay hjá mér. Hann er mjög svipað fíl og venjulegi. En þessi hér fæði það fyrsta kill, nei. Ég er að fara allir upp á færi bandið. Hvað er hann? Já. Já, ég ætlaði nú að reyna að ná einu killi hérna. Þú veist. Nei, það er á seint. Ég ætla allavega leikinn. Þú veist, nú erum við hann. Hann er bara þyngri, samfílingur, aðeins meiri svona betri grip á triggerunum sem er mjög gott og svo maður alltaf komið með the pedals hérna, back buttons hérna og það eru til 2 mismunandi tegundir back buttons sem fylgja með og þá má ekki gleyma því að þessi hérna ég hef ég notið þetta bara í allan handfarangur hér eftir, þetta er alvöru skel sko, það er ekkert að fara í gegnum þetta rugl og það getur sko, já nú er ég búin að fatta hvernig þetta er sko, getur að opna hérna aftan á, þetta svarta hérna og þá getur þú hlaðið hérna í gegn sko, pinnan þannig að þú getur haft hann bara í rólegheitum hérna í stöffinu þetta er svakalegt dæmi, heyrðu við á sko pinnin er náttúrulega bara, það er ekkert að frétta nema þegar maður lendir í en sjáu, nú tek ég ekki pinnan, nú er nota back button sjáu hoppaði bara í það er aldrei að taka pinnan puttan af þetta er alveg eins og svona própinna sko, ég elska þetta bara þannig að við erum bara, þetta lítur vel út ég allavega, þú veist hvart ekki bara nokkuð sáttur hvernig þetta lítur allt saman út og við skulum bara sjá hvort við náum ekki hérna einu kill eða eitthvað sko. Ég ætla að fara eitthvað upp á þak og snæpa eitt með haglabyssunni eða þú veist eitthvað svona að finna út úr ykkur hérna það er náttúrulega ekki vopni hérna sko þetta er náttúrulega agalegt, þeir eru búin að vera hérna ryksuðut allt sko þetta er svo að vera bara með húfur og frændan sko það er bara allt ryksuða sem hægt er í leiknum þannig að ég vona við, þetta er nú bara mini-royal þannig að þetta er nú að lenda í aksjóni áður en langt líður Heyrðu, býttu nú við þetta er verið að ganga frá okkar manni þannig að við þurfum að vaði það hann er allur hvað var ég henda? Nei, reik Nei. Þannig að ég er að elda eitthvað til þetta ég er í kjallara ég er bara shotgun þetta er ekki mega sens sko. En allavega, þetta er ekki vera og ég elska svona að fá aðeins meiri þyngd í pinnum það finnur aðeins meiri fyrir þessu gott grip á já, bara shotguns hérna hvað hann kom hann fyrir ofan er hann ofan á maður þetta er þessi leikur hann er alltaf að koma aftan á manni ofan á manni og í allar áttir en við tökum gúlagið það er náttúrulega okkar síðastjens ég held að þessu farnir er ekki mikið traust já, maður bara taka því erum strax í gúlagið sjáðu, nýju pinnin, ads, fyrsta skipti í gúlaginu við sjáum til, þetta er örugglega ekki að fara að gera neitt en það er allavega en við bara hendum hérna einhverju Þetta minnaði svo litlu þetta var svakalegt 150.000 sæti ekki slæmt, ekki næsta sæti ég held ekki, og það getur reynda vel verið en allavega þetta var fyrsta rönnið í Warzone ekki batnaði í persónulega við þetta en þessi penni skemmir ekki fyrir og ég ætlaði bara svona rétt að testa hann þannig að ég allavega já, ég held að segja bara kostur við hann er svona þyngri og veglegri hann er með náttúrulega back pedal buttons hérna sem eru mjög mikilvægir og svo er hægt að customize hann eftir því sem á líður og það er þetta að líka vera með svona nokkar prófæl í honum sem eftir leikjum og nú er ég með prófæl þar sem ég er með að hoppa hérna megin og slæta hérna megin þannig að maður þarf ekki að taka hérna puttan að þessu þannig að það er bara margótt í þessu alveg í 100% skotheldu svona keisi sem er að hafa hann í, geima hann í þar og það eru hérna eitthvað meira með, það eru hérna auka tappar
til að setja á pinnan í hann eftir að prófa það og það einhverjum 4 svona tappar, ég vil þetta magnaði maður. Það einhverjum svaðalegi tappar eiginlega, kannski maður prófi, ég slíti þetta nokkuð sundur. Tók ég hann af, nei, ágætt maður sett auka tappa hérna. Þannig að það komin öðru, fór hann í gólfið, það komin öðru sér tapp allan á að fylgja 4 tappar með og svo náttúrulega 2 mismunandi gerðir af back buttons, við erum með þarna annars vegar þá sem eru núna, sem eru þessi hefðbundnu kvikindi hérna. Þannig að, alveg bara fínasti gaur og við höfum eftir að segja betur frá þessi streymunum okkar hér á Game TV, getið fylgst með okkur þar. En þetta var svona létt unboxing og fyrsta test á DualShock Edge pinnanum frá Sony og við bara nokkuð vel að stað.